það þýðir aðeins eitt að þátturinn FN95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan drottnstýrðar mánudaginn og sem fyrr á mánudögum hann með mér Björn Bragi, verður velkominn. Takk fyrir, FM95 Bjö. Já, herðu, það nýja nafnið þitt, Björn Bragi, FM95 Bjö og FM95 Blöð. Já, bræðurnir saman. Já, fínt svona mánudögum. Hvernig ert þetta helgina? Herri, ég bara rosa góður eins og þú sérð en hlustendur sjá ekki, þá er ég komin í jólapeysu. Já, það er svona eins og það er tapað veðmáli. Nei, þetta er svona bara... Þetta er ekki, ok, segðum alveg að þetta er peysa sem út búin að eiga lengi. Ef þú hefðir einhverja tískuvitund, þá myndur þú kunna meta þessa peysu. Þetta er síðasta flík sem ég keypti, ég var að kaupa hana. Veistu hvað ég hugsaði þegar þú komst í þessi vinnu náðan? Ég er ekkert okkar, þetta er eitthvað sem amma gaf hún rétt áður hún dó. Það var eitthvað, gætur eina ástæð þegar þú væri í þessari peysu. Ég var nú bara að kaupa þetta út í Danmörku fyrir 2 vikum. Okay. Ég fengi mikið lof frá tísku vitandi fólki en þú ert ekki einn af þeim og ekki heldur Frosti og Máni og félagar sem að voru að gera grína mér á hann. Já, en svona, við útskýrum nú fyrir hlustundu hvernig peysa þetta er. Þetta er svona græn, ég ætla bara að taka myndaðinn og setja hann á Twitter, þannig að fólk getur farið inn á ÖDB og sé hana þar. Ég tek myndaðinn eftir smástund. Já, ég held að unga fólki kunna meta þessa peysu. Já, ok, það er gott. Ekki einhverju old-timers. Nei, ekki einhverju sköllóttir og mikið að fara að segja okkur ekki. Ég sagði það ekki, það er þín orð. Já, en það er þéttu þátt í okkur strákunum í dag og já, sem fyrr, og það kemur til okkar góður gestur, Steindi Junior, hann ætlar að koma hérna eftir. Já. Og hann ætlar ekki bara að koma, heldur ætlar hann að taka með sér nokkra nýju diskur hans var að koma út og við ætlum að gefa nokkra diska. Já, og hann er ekki einu sinni komin út. Hann kemur út núna á 5. skilst mér í Vestlanir, þannig að sá sem að vinnur eintaka disk nú eftir, hann verður bara einn af þeim fyrstu sem að færa hann í hendurnar. Talandum að vera með puttan á púlsinum. Við erum 95 Blöð, krakka mínir. Við erum undan okkar tíma bara hérna. Svo er náttúrulega netnauðguninn sá fallegi liður á sínu stað. Já, ég reyndar, mér var bent á en daginn hvort við getum kallað þetta eitthvað annað, við getum þurft að skoða það jafnvel. Netmisnotkunin. Já, hún strax skára held ég. Já, það ekki. En við afsökum nú alltaf þetta nafn leið og við kynum liðin til leiks. Já, ég veit það og erum ekki að draga nokkurn efa í hversu alvarlegt orðið er, þannig að þetta er bara, þetta poppað upp á einhverjum hugmyndafundi og hefur... Við erum bara ekki þroskaðir en þetta og byrjumst afsökunar af því. Það er hárrétt hjá þér, en netnauðgunin í dag er hún er Það er fórnalamb sem hefur komið fyrir áður. Já, af því að við gátum eiginlega ekki annað. Við urðum eiginlega að taka hann aftur. Ég menna alveg svo bara, þú veist, einu sinni vann Tom Hanks Óskarsverðlaunin 2 ár í röð. Já. Af því að hann var bara einfaldlega bestu 2 ár í röð. Það er hárrétt, já. Og svo framvegis, ég menna þetta hefur gerst með fótboltamennir og valdi besti leikmaður og nokkur ár í röð og svona. Já. Það er bara einn maður sem er bara að óna Facebook. Já, og við verðum að taka hann aftur hérna og þið heyrið það betur hér á eftir. Hann er alltaf búinn að vera á ferðalagi sem er skemmtilegt. Já. Og svo, já, það er bara spikfeitur þáttur. Ég ætla líka að henda að könna því ég ætla að Svessi spili í eldhúspartíinu á 5. Já. Hann er að dobla hann í það. Hann á svo sannlega heima þar. Já, ég ætla að gera svona könnun með hlustendur hvort það sé ekki allir til í það. Þannig að það er nóg að vera hjá okkur strákunum. Herðu, fyrsta lag dagsins er sérstaklega sett að stað fyrir þig, Björn. Ég veit þú ert mikill aðdáandi þess. FM957. Hvernig líst þetta lag? Þetta er uppáhaldið mitt, þú veist það. Þetta er ekta mánudagur. Já, það er kósí stemming hérna hjá okkur strákunum í FN95 Blöð þennan mánudaginn og það styttist í jólinn og eins og við ræddum þá nú Björn Bragi komin í jólapeysuna sína, komið í jólaskap í þig, eða? Já, það er það eiginlega, sko, eftir að ég fór til útlanda núna síðustu 2 helgar, það var svo mikil jól þar, sko. Já, ég veit að sérstaklega varst í Köpen, eða ekki? Jú, og svo var ég líka hérna á einhverju fríhöfnanna í London og það er náttúrulega jólaverslunin komin á fullt, ég er búinn að kaupa nokkra jólagjafir með þess, sko. Já, ok, ég á það allt eftir, ég teka alltaf bara þollák. Já, það er enda rosa stemming líka, sko. En peysan, sko, eftir þessa gaggrinni hérna áðan þá ætlum ég bara að vera í peysunni bara þannig á gamlarskvöld, ég fer ekki úr henni, sko. Ég glemdi að taka mynd og setja hann á Twitter, ég þarf að gera það nú næst. Já. En herðu, ég var að lesa hérna, það sló mig einn frétt, ég veit ekki, sko, þetta er hálf ógeðslegt, en það var annað hérna sem tengist þessari frétt sem ég vildi svona ræða við þig, sko, og það er hérna prófessor með barnaníðs efni á fyrsta farimi. Já. Það er svona verkfræðiprófessor við Háskólann Utah, hann var gripinn inn glóðvolgur í flugi frá Salt Lake City helgina við að horfa á barnaníð efni í fartölunum sinna á fyrsta farimi vélar Delta flugfélagsins. Það var þarna sem sagt maður eða sem sagt flugmaður, ekki flugmaður heldur flugþjótt segi ég, ekki flugfræði heldur flugþjótt sem að sá þetta og tilkynnti þetta og maður var handtekinn við lendingu og nú er hún við tímabundi viki og starfi við háskólan. Tímabundi? Já, segir Háskólann Utah í Boston Globe. Ég fór svona að hugsa, það er náttúrulega aldrei réttu tími til að horfa á viðbjóðum sem hann var að horfa á. Nei, nákvæmlega. Skulum hafa það alveg á hreinu. En ekki, ég fór að hugsa, sko, veist, er löglegt að horfa til þess bara klám þegar þú ert í flugvél?
Það mjög góð pæling, sko. Ég var einmitt í flugvélum daginn, ég velti þessu fyrir mér, sko. Ekki það að ég hafi verið að pæla í sjálfur að fara að horfa á klám, sko. Einhver þingugræti Já, þú veist, bara ég var að horfa á eitthvað þátt bara. En þú veist, hversu gróft má efnið vera, sko? Ég meina... Nei, ég veist, ef ég væri með tölvu sjálfur, mætti ég bara opna tölvuna mína og smetla einhverju í, ekki það ég hefði áhuga á því, en ef maður væri í þeim bransan. Við náttúrulega hættum við hefum mikið áhuga á því. Við viljum horfa gott klám í vélinni. Já, svona aðeins til að stytta manni stundir. Þetta er góð pæling. Ég samt, sko, ég lendi í því, ég var eins og veitingastæði hérna í miðbænum og þar er svona, þú veist, kaffihúsi og menn með lappana sína uppi, sko. Já. Og þar var gæi og það var spegill fyrir aftan hann og hann var að skoða klám í tölvunni sinni. Á kaffihúsi? Já, en vissi náttúrulega ekki á því að það var spegill fyrir aftan. Þú veist, það voru ekkert margir inn en ég tók eftir þessu, sko. Já, ég næ því ekki alveg, sko. Þau fáu skipti sem að ég ákvað að kíkja á þetta efni sem er rætt. Já, ég er ekki klámhundur. Þá vill ég helst vera einhvers staðar, sko, bara einn og helst bara enginn í nokkra kílómetra radíus í kringum mig. Mér finnst það mitt best að vera í góðra vinna hópið með svolítið mikið af fólki og helst í flugvél, svolítið ókunnugu fólki í kringum mig. Já, svona til að gera þetta spennandi, minnar. Já, ég er svolítið með þannig, sko. Já. Nei, ég er sammálaður maður. Ég auðvitað náttúrulega... Ég er ekkert að segja, ég skammist mig þegar ég kíkja á svona, sko. Þetta er náttúrulega, þá er ég náttúrulega ekki að tala um sama efni af klámi og þessi viðbjóður var að horfa á. Þetta er svona klám sem er löglegt. Og það er, þú veist, ég veit það ekki, ég er ekki einhvern veginn svona, ég hálf skammast mín alltaf einhvern veginn. En mér finnst þessi alls sérstaklega eftir á. Nei, það... Ég vil búinn og vill oft bara vera einn bara helst á hengan í kringum mig og bara hvað var ég að horfa á. Þá viltu bara einhvern til þess að faðma þig. Já, ég vilti bara liggja með þumalinn bara og ég var ekki að horfa á þetta. Og góðan vin í jólapeysu til þess að knúsa þig. Já, bara veitu hvað varst að horfa á, gemið ekki því. Nei, ég er að segja, þetta er allavega ekki eitthvað sem ég myndi vera að horfa á í flugvél með fullt af fólki í kring og hvað þá á kaffihúsi. Nei, ég sko, og í flugvél, ég meiri þess að pæli því, sko, að vera að horfa á einhvern kúl þátt, sko. Ég get ekki verið einn að horfa bara á Sex and the City í 2 bíómyndina, sko, í flugvél. Þú sé þar að vera viðbjóður. Sex and the City 1, fín mynd, ég skal gefa öllum stelpum að nota það. Það var bara... Sex and the City þættirnir og fínir, myndin allt í lagi, mynd nummer 2 er hræðileg. Ég vil meina, sko, það ætti að nota karaoke atriðið í Sex and the City 2 þar að þið fara allar að syngja saman konundur hvað konur eru bestar hérna á einhverjum stað. Það ætti að nota það sem pyntingaratriði fyrir karlmennum víða heim. Það er versta atriði sem ég segi í bíómynd. Eins og ég segi, ég fílaði þættina og mér fannst mynd 1 fín, mynd 2 var alveg skiljuleg, sko. Ég held að það hafi verið naglan á þitt gullfallega höfuð. Já, þakka þér. Herðu, við ætlum að fá hérna eitt lag frá Svíþjóð og svo er komið að netmisnotkun eins og þetta heitir vist í dag og þar kemur ungu maður sem hefur, komið við sögu áður í þessum lið. Jæja, þá er, peysan hans, Bjössa komin inn á Twitterinn. Fyrir ykkur sem er að fylgja mér ÖDB á Twitter, þá getið skoða þessa peysu og sagt hvað ykkur finnst. Fyrir áhuga fólk peysur. Góðar peysur. Já, góða peysur. Það er svona jólapeysur. Þetta er jólapeysur. Ég ætla ekki að rakka neitt meira niður þess að þetta. Þetta er líka, þetta er hlýleg peysa. Þú veist, fólk vill hjúfra sig upp að mér og knúsa með þess þeir eru í þessari peysu. Ég sé reyndar hún er hlý. Já. Einhvað hlýtur hún að vera. Og ég líka bara lít út fyrir að vera svona hlý manneskja. Þú lítur alltaf út fyrir að vera mjög hlý manneskja. Æ, haltu kjafti þú líka. En þessi peysa, hún er ekki eiginlega fyrir allavega þegar kemur að svona, þetta var svona ekta peysa sem að tengdamamma myndi fíla því. Já, ég er aðeins, þetta er allt PR-move hjá mér, sko. Nú vil ég vera svolítið vinaleikurinn, sko. Já, þú ert eins og kórdrengur í þessu, sko. Já, þá fer ég í peysuna. Já, ég herði, en það er komið að okkur vantar svona stef. Mér vantar þetta eiginlega í alla dagskráliðina minni, ég er búin að taka þetta í. Já. Þú er alltaf á hlustur okkar á góða útastætti eins og í Bandaríkjunum annað, þá kemur alltaf það er komið af, þú veist, þá kemur stefi, við þurfum að búa það til. En það er alltaf komið að netmisnotkunni. Ertu bara búin að breyta nafnu bara? Og netaukunni? Já. Já, ég er svona að reyna að íta þessu sem lifir, en við getum Ég vil svolítið halda í nauðgunina, sko. Ok, það er komið að netnauðgun. Herðu, það er vinur okkar Ólíkir. Já. Hann við erum bara búin að vera hérna 3 eða 4 mánudaga. Já, og hann þetta er 4. Þannig að hann er aftur, sem þýðir að hann hefur verið í 50% tilvika. Já, og það er góð ástæði fyrir því. Ólíkir, þetta er sem sagt öll þessi kommenti hérna og allt sem við erum að fara að lesa upp tengist því að hann ákveður að skreppa miðvikudaginn 23. nóvember sem er síðasti miðvikudagur til DK. Netmiðvikunin er ferðasaga. Já, þetta er tengist allt ferðalagina til Danmerkur. Já.
og já, svo ætlum við að reyna að ringja Óla Geir hérna bara strax eftir næsta lag og aðtöga hvort að við getum spurt hann eitthvað út í þetta, en vilt þú byrja þetta, Björn? Já, fyrsti status einfallega sko, og þetta af Facebookinu Óli Geir nýtt, af því hann þurfti að skipta Facebook eins og allir vita. Fyrsti status einfallega miðvikudaginn 23. nóvember klukkan 21:15, skreppa til DK á morgun yfir helgina, broskall með 2 munnum. Já, hann setur auka munn fyrir aftan broskallinn, hann var greinilega mjög spenntur. Já, hún hlakað mikið til. Herðu, svo kemur hún Ásdís Lísa sem að ég held kærastan hans, ekki? Já, það er kærastan hans. Greiði kallinn að fara að ferðast einn, blikkall, tekur pottið vitlaust að lest út í raskat, hlakka allavega til að heyra hvernig þetta fer, upprópunarmerki stór broskall. Þetta er miðvikudaginn 23. nóvember klukkan korter yfir 11, 2 tímum eftir að hann setur inn statusin sinn. Já, þetta er sérst kvöldið áður en hann fer út og greinilegt að þau þekkjast vel skötuhjúin því að hún var svo sannarlega sannspá því að daginn eftir, 5. daginn 24. nóvember klukkan 17:44, þá kemur hérna status sem er svolítið langur. Mættur til Danmark. Auðvitað lenti ég í hefi vesinni. Það er ógeðslegt að ferðast með lest í fyrsta skipti hér. Minni var cancelað þannig að það fór allt í rugl. Þá átti ég að taka næstu lest en henni var líka cancelað. Ég fór það bara í næstu lest sem var auðvitað vittlaust lest. Vittlaust lest, já. Þurfti að fara úr henni í aðra og allt í fokki. Var bara týndur. Alveg þangað til ég heitti gömul dönsk hjón sem hjáluðu mér að komast smá áfram. Veitir ekki að lesa statusin minn en þið eru æði og björguðu lífi mínu. Ég heldur eitthvað að þið sé að lesa statusin hans. Það er annað mál. Auðvitað var ég batterislaus líka. Allur dagurinn var ógeð í lest en ég er loksins komin til Ragga. Og með þessari mynd, eða skömmu seinna fylgir inn svona geðveikt dramatísk svarthvít mynd af honum svona vangasvipur og horfa út gluggan á lestinni. Já, fólk skal reyna að sjá myndina sko. Þetta er svona rándi svarthvít prófílmynd sko. Já, hann er með iPod. Já. Og hann er að hlusta á iPod og maður sér sem sagt nakkan á honum, maður sér pínu á kinninni, myndin er svarthvít og hann er að horfa út í eilíðina í lestinni. Og við þurfum eiginlega að spyrja hann að því eftir ef við náum í hann. Tók hann þessa mynd, af því hann er að ferðast einn, tók hann þessa mynd sjálfur eða fékk hann einhvern til þess að taka hann fyrir sig? Ekki pikka hann í einhvern dana og sagði, excuse me, can you take a picture of me while I'm, looking to my destiny? Skilu, af því að þetta er svona, það er svo að sé vera búið til plaggat, sko. Já, kannski voru það gömlu dönsku í hjónin. Já, en við ætlum ekki að fara stríð átt, ég er sjálfur skellur í staðsendingu annað, en hann er aðeins að skýta á sig í staðsendingunni þarna. Já, nei, við fyrirgjóðum alveg. Hjáluðu mér að komast. Já, það er bara svona vantar einn og einn staf, þú veist, þegar maður er að drífa sig að gera status, það er nú allt í góð með það, sko. Nákvæmlega, herru, svo er það föstudagurinn 25. nóvember, klukkan 8:03, þetta er daginn eftir, daginn eftir að hann var búinn að skýta á sig í lestunum öllum. Þá kemur hann bara hérna eitt stutt og laggott, rosalega kósi í DK. Engin broskall, ekki neitt. Nei, bara kósi, einfalt. Bara rosalega kósi í DK og þetta er 8:03 á föstudaginn síðan. Því fylgir hann eftir með svarthvítri prófílmynd af H&M sem hann hefur tekið. Punktur, bara svona til að gera ykkur öfundsjúk, blikkall. Þetta er semst seinna sama dag. Já, þetta er 2 tímum eftir. Hann er að koma þetta með 7:05 var hann að labba fram hjá H&M og ákvað að gera, Íslensku þjóðuna öfundsjúka. Já, fylgjendur sína á Facebook öfundsjúka með að smelli mynd af H&M. Já. Svo kemur ekki næsti stað. Það var eitthvað rosalega margir sem kommentu, hei, ég er öfundsjúk, mér langar H&M. Það var reyndar eins, svo sem áttu uppáhalds kommentum við sagði, hei, ég er Jelly. Hún var ekki Jello, hún var Jelly. Herru, svo kemur rosalega status. Laugardaginn 27. nóvember klukkan 16:33. Þá er hann vinnur okkar Óli Geir ennþá stattur í Danmörku og skrifar DK status, djöfull var ógeðslega góð tilfinning að lappin á fyrsta klubbin í DK og heyra mixi mid af On the Floor vera spilað. Átti ekki til orð, fór að tala við DJ-in og allt var smá montinn, broskall. Kefti svo körfuboltaleik með dönsku liði í morgun klukkan 09:00, var fullur, gerði það aldrei aftur, mistegi mig og svona, var samt gaman að prófa. Náðu að setja henni fullt af stegum, taka fullt af frákvæstum og blokkum þrátt fyrir það. Meganice.f Hvað er Meganice.f? Ég veit það reyndar ekki alveg með þetta F. Nei, ekki með alltaf, Meganice.f. En hérna, þetta er magnaður status, sko. Já, þessi er stórkostlegur, sko. Hann er náttúrulega afreksmaður. Já, hann er, sko, ég spurði Svessa Bergmann, Sverrir spilaði hann körfu, hann er vist drullu góður í körfu, þessi strákur, sko. Já. Og var það allavega, ég veit nú ekki, hann nú einhvað farið... Eða þá hann spila bara miklu betur fullur. Já, farið frá hann gáður neðan þessi körfuboltaferillin sem fann að spila fullur klukkan 9 á mótnana í Danmörku eftir að vera að djama með einhverjum DJ. Kannski er hann bara eins og Paul Gascoigne bara. Já, spila best bara fullur, hann reynda mistake sig og svona. Hann var samt gaman að prófa þetta, sann. Hann er greina ekki vanuð í að vera, veist, að spila fullur. Nei. Sem er jákvæmt. En fullt af stigum, fullt af þetta er bara eins og Michael Jordan. Herðu, svo síðasti statusinn, þá er hann komin heim.
Þetta bara í dag, bara hérna fyrir rúmum klukktíma, 1 hálfum tíma. Já. Þessu er svolítið aðeinsverður. Í gær þegar ég var að leggja af stað heim úr DK, þá tók ég góða sturtu, fór í hrein og fín föt og hreinar naríur sem voru ofan í ferðartöskunum minni. Ferðartaskan sem ég notaði var íþróttataskan mín, þannig hitakremið mitt fylgdi með í ferðalagið. Þegar ég var búinn að vera í þessum hreinu naríum í smá tíma, þá fann ég fyrir miklum hita og sviða. Hitakremið var þá búið að mjakast í allar naríurnar, djöfull var það FKN eða fucking vont, haha. Ég kem með langan DK-status í kvöld, takk fyrir yndislega helgi Raggi minn. Já, Raggi er einhver vinnur hans að núti. Já. Og þetta hefur verið skemmtileg ferð hjá kallinum, að það er náttúrulega alltaf gamla að kíkja til útlanda og svona, og ég er að vona ef að hérna Óli er komin heim, ef við verðum ekki að hringi hann svaraði okkur síðast og þetta er skemmtilegur strákur, ég kann vel við Óla. Já, og spurja hann út í hérna ferðina. Hún er búin að þrífa sér hitakremið. Já, spurja hann út í það flip og hvernig var að spila fullur og við allavega hlustendur viljum þetta lag núna og svo reynum við að hringja í Óla. Nei, þetta er svo kósi hérna hjá okkur strákunum. Það er kósi stund í dag. Já, það er mánudagur, það er einhverja núti sem er ennþá með votta tveggja daga þingu og þá er fínt að liggja bara og hlusta á FM 95 blöð og spila kósi lög. Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Í hverri viku fáum við íslenska tónlistamenn til að koma og taka lag eftir aðra íslenska tónlistamenn. Hvaða lag verður tekið í næstu viku? Ó, líði ár og öld er ást mín ætíð ætluð þér. Fylgstu með í beinni á FM í hverri viku. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Joe Boxer, gjafabréf frá tískuversluninni Saints Kringlunni og Saints Smáralind, bókina Ripley's Believe It or Not frá sögum útgáfu, gjafaaskja frá Maybelline snirtivöru, DFT-myndir frá Samfilm og inneignir á filma.is. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Hraðpenningar.is. Tíminn er núna. Kvarasi á NASA. Aðeins á tónlist.is. 2.850 milljónir. Hvar endar þetta eiginlega? Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Stóra stundin er runnin upp. Stelpurnar okkar á sínu fyrsta stórmóti. HM í handbolta hefst eftir 4 daga. Áfram Ísland. Áfram stelpurnar okkar. Fá þér áskrift í síma 512 5100 eða inn á stöð2.is. Stöð2 Sport. Besta sætið. Það er húsasmiðan Míla, Palmolive og Vís sem færa þér HM í handbolta á Stöð2 Sport. FM 95 blöð er í boði. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredia.is. Já, FM 95 blöðum með ykkur á þessum mánudegi og það er komið til okkar góðu gestur. Gaman að vera komin. Þetta er hann Steindi Junior, en Junior, við þurfum áður að byrjum að spjalla við þig allt milli himins og jarðar. Þá, ég var með Óla Geir hérna á línunni, við vorum nefnilega hjá okkur netnökunni, en ég ætla að hringja aftur í hann, tala við saman hann. Óli Geir er bara þannig fiskur, sko, að þú nærða hann kannski á línuna, en hann sleppur mjög auðveldlega. Já. Þannig að við þurfum bara að reyna aftur, sko, með stærri beitu. Þetta er svartu tópi, Björn. Hvað segirðu? Svartu tópi, Björn. Sælun, ég seti Hvað er það? Þetta er ekki hægt, sko. Herru, þá ætti hann að vera hérna, Óli Geir, heyrðu í mér? Óli? Já. Sælunur. Adne kallinn. Adne kallinn. Hvað segirðu? Ég er alveg góður að þú. Við erum góður hér. Velkomin til Íslands. Herru, hvað fyrir námaður? Herru, þú lentir aftur í netnöðgun hjá okkur. Spáði hímaður. Já, það var reyndar af því að sko, þessi ferðarsagan, við tókum bara ferðarsöguna og þetta var svo hressandi að við urðum eiginlega að lesa þetta upp fyrir hlustendur. Ok, er þið búin að það? Já, sko, hún birtist okkur svo ljóslifandi að það var eins og við varum sjálfur komnir til Danmerkur þegar við lásum ykkur statusinu. Fyrsta spurning, Óli, hver tók myndina eða þú ert að horfa út í eilífina í lestinni með iPod-in? Herru, ég gerði það sjálfur Auðun Blöndal. Með vinstri hendi. Það er vel gert, maður. Grjóthart. Já, helvita, ertu búin að mastera þetta, maður? Eða ekki,
Ég satt líka í þessari lest örugglega í svona 6 tíma, sko. Já, eftir að tekið vitlausa lest, aftur vitlausa lestið ekki? Hvað þurftur að taka marga myndir áður þú náður einni svona perfect? Herri, þetta var bara one take. One take wonder. Only get one take. Tók hann í black and white. Já, við sáum það, hún svartkvít hjá þér. B&W. En það hérna, við sáum líka hún Ásdís Lísa, það kærast henni ekki? Jú. Já, hún segir hérna miðvikudaginn 23. nóvember klukkan 16:11 greiði kallinn að fara að ferðast einn tekur pottið vitlaus að lest út í raskat hlakka allavega til að heyra hvernig þetta fer þannig að hún vissi það að þú myndir skýta á því í þessum lestum. Já, það var alveg vitamál, hún var ekkert svo eina, sko. Nei, hún þekkir sér mann greinlega. Þetta var samt, sko, þú veist, ég átti bara að taka einhverja lest nummer 91. Já. Og ég kem út búinn að koma með og þá hérna kemur ekkert lest nummer 91, þannig að ég fer að spyrjast eitthvað verið, þá var akkurat lest nummer 91 cancela. Okay. Og ég að verða batterislaus og ég veist ekki neitt, þannig ég spyr hana bara, herru, hvert á ég þá að fara? Þá segir hún, herru, farðu þá í þessa list. Og þá fór sú lest akkurat, þannig ég mista henni. En þú... Í hvern hefur þú hringt? Ég hringdi í vinn minn sem ég var að heimsækja mig. Já, Ragga. Ragga B. Já. En ég, sko, lendur á Kastrup og varst að fara til Köpen eða varst að fara eitthvað annað en til Köpen? Nei, ég var að fara hérna, ég lendi á Kastrup, ég var að fara til Horsens sem Horsens, ok. 3 tímar í burtu. Já, þá getum við nú fyrirgefið þér. Ef þú hefði verið að fara til Köpen, þá hefði þið þurft að spyrja stærri spurningar, sko. Já, þá vantaði eitthvað, sko. En hérna, það annað líka sem okkur fannst hérna stórkostlegt að kallinn var bara, sko, já, ég ætla bara að lesa þetta hérna. Kefti svo, fór að tala við DJ-n og var smá móndi. Kefti svo körfuboltaleik með dönsku liði í morgun klukkan 099. Var fullur, gerði það aldrei aftur. Misteg mig og svona, var samt gaman að prófa. Náðu að setja henni fullt af stigum, taka fullt af frákustum og blokkum. Mega nice. Varst að spila bara fullu körfubolta í Danmörku, með hvaða liði? Herði, hérna, Raggi B. Já. Vinur minn hann úti sem ég er að heimsækja, hann er að spila. Það eru nokkru Íslendingar með eitthvað svona Íslendingarlið þarna í skólanum með eitthvað líka. Ok, og mættið þú bara vel í því? Já, herðu, við fórum á smá skrallan á föstudeginum. Já. Og hérna, vorum sem sagt, komum svolítið seint heim og hérna, það var körfuboltaleikur, þú veist, á laugardegi, byrja klukkan 9, mæting 8. Hvað, þú veist, maður er ekkert vanið því, sko. Nei. Þannig að hérna, við komum heim klukkan 7 eða eitthvað, klukkutími mæting og hvað, þú veist, við ætlum ekki að leggja okkur að neitt, við fórum bara mættum í leikinn. Rándýrt. Alveg, já, það var hérna, ég byrjaði út af. Já. Og hérna... Var eitthvað þjálfari? Nei, voru svona, bara skiptu sér sjálfur, sko. Já. En Hitli var með þjálfara og alveg bara, þú veist, eins og í herbúðum, sko, alveg tvílíkt hérna, ungir og svona aktívi strákar. Unnum þetta eða? Já, við unnum með 6. Ok, glæsilegt. 2 í því, rosa gaman og hérna, að koma inn á svona, ég hef aldrei gert það þar. Kom inn á, hérna... Já, þú ert þá típa sem byrjar inn á. Já, ég er típa. Það segir sér sjálf að þú varst að koma inn á í fyrsta sinn. Ég, hérna, fæ boltan og ætla að bruna upp alveg og missi hann svona frá mér og fyrir að reyna á honum út allt, sko. Já. Og hérna, svo stekki upp í frákast, ég náttúrulega lendi ekkert á löpunum og misti mig og hélt áfram, fann ekki fyrir þessu fyrir eftir kvöldi þegar, svona seinni daginn. Bara það var að runni að þér? Já. Þá var þetta vond, sko. Ok. Þetta var gaman. Já, þú hefur bara að halda áfram að drekka, þú hefur ekki fundið fyrir þessu fyrir nú komin heim? Nákvæmlega. Herru, svona lokum, hvernig ertu í draslinu eftir hitakremið, hitakremsnærbuxuna? Drasli? Ég er góði núna. En hversu lengi varst að fatta það að vera hitakrem í Narjóniðinu? Þetta hefur skeið á leiðin út, sko. Málið er að hérna, ég fóð með 2 töskur, eina svona æfingartösku og hérna, í henni var hitakremið mitt, hérna, og spyrir Narjón og svona. Og svo þegar ég fer í þessar 6 tíma lestar, hérna, ferð þá, hérna, var ég ekki með sæti, þannig ég þurfti að standa. Og ég nefndi ekki að standa lengur, þannig ég sest hún á töskuna mína. Þá hefur greinilega, kallinn er náttúrulega smá hlussa, þannig að greinilega sprakk þá hitakrems. Já, inn í Narjónar. Já, inn í Narjónar, svo þornaði þetta náttúrulega bara, sko. Svo þegar ég kem hana, við blöytur úr sturtun og beint í Narjónar, sko, þá skýður eitthvað, sko. Já, en það tekur þér smá tíma að fatta það? Já, ég var nýkomin og vaknaði eftir djammi og ég labba svona fram í nærbúsum og svo stendi bara kjur. Ok. Og byrjaði að svíða fullu, sko. Ég alveg, hvað gerði ég í gær, maður? Er þetta kynnsjúkdómur? Hvað? Það þarf að gera bíómyndum þessa helgi, sko. Já, þetta hljómar svo hengur við 3 bara. Blossaði lyktin upp, sko. Og hann ég náttúrulega reyði með brúðum og
fór að kæla. Ekkert annað að gera. En að lokum, hvernig kældirðu? Herru, ég tók þvottapoka. Já, settir hann bara onni? Sett hann bara, það var samt ekkert betra. En Óli, var þetta ekki æðisleg ferð? Þetta var æðisleg ferð með þér. Já, ég hef gert það oftar. Ég fer svo sjaldan í svona ferðið með þér. Já, ég finna að lesa þetta. Snillingur. Herðu, við ætlum að láta því í friði núna í netnaukunni í smá tíma, ég lofa. Þetta er bara ferð sem að... Hvað segir þið? Já, ég verð ekki lengur við hinnu þér. Ekkert rugl, þetta er allt góðlátlegt. Já. Herðu, við óskum þér allsins besta, Óli, og hérna vonandi ferðu bara sem fyrst eftir til útlanda og við fáum nýja ferðasögu. Já, ekki máli. Passaðu að lestunum. Hafa gott inn. Herri, já, þetta var hann Óli Geir, nýkominn heim frá Danmörku, Steindi. Ef þú lendið þessu, lendið ykkur þvílíkur rugli, taka við þess að lest? Nei, ég hef nú alltaf tekið rétt að lest, sko, en hérna... Hitakrem á pungina þér? Nei, ekkert. Spila fullur? Já, ég ofta spila fullur. Tölvuleiki aðalega? Já, mjög mikið á tölvuleikjum aðalega. Hefur labbað inn á skemmtistað og þá er DJ-n að spila lagið þitt? Já, ég hef lendið því, sko. Já, ég hef lendið því. En svona þetta, veistu hvað þetta kallast? Helgi Danmörku hjá Óla Geir. Já. Það er sem þetta kallast. Já. Það lendir ekki allir í þessu. Nei, þá grótur Helgi. Herðu, við ætlum að fá eitt lag og svo ætlum við að ræða við Steinda nýja diskinn hans. Við erum með leik sem við ætlum með þér í Steindi. Já, þú ert ekki búin að fá að heyra á honum. Nei, við ætlum að útskynna fyrir þér núna. Ok. Og svo, herðu, Peysan er komin inn á Twitter, inn á IDB og fólk er að kommenta og menn vilja minna á sér... Sá sem að flottastu kommenti getur unnið Peysuna. Já, þið er að hlusta á FN9 fyrir blöð þennan mánudaginn. Hann er hérna hjá okkur, hann Steindi Junior. Hann er að fara að gefa út, nýjan DFD-disk. Ógeðslega gaman að vera komin ykkur stöður. Er það ekki? Jú. Það er nú fyrsta sinn sem hún kemur inn í heimsókn. Já. Og nú eftir að koma hérna sem gestastjórnandi einhvern tímann. Já, mig gruna það nú. Það er svo annað mál. Herðu, við ætlum að fara neður í nýjan leik áður við gefum diskinn. Ef ekki, lega hlustendur svo ringja eftir og hérna, já. Jú. Það er spurning. Já, það er ekki strax. Sjá okkur, hann er svo skemmtilegur. Já. Slepp honum ekki strax. Já, en fólk getur hægt að ringja núna því að við viljum ekki gefa það strax. Ég hefði aldrei átt að segja þetta því ég þarf að nota símann. Þannig að ég bið fólk að hætta að ringja inn. Er bara ein lína á símanum? Nei, en þetta er eitthvað svona kerfi sem ég kann ekki eitthvað divertrugl. En ok, þetta er réttast. Herðu, ég var að útskýra leikinn sem við erum að fara í. Já. Það er sem sagt þannig, við ætlum að ringja núna í Ásdísi Rán, hún er út í Búlgaríu og þar væntanlega ekki að hlusta þáttinn, mér finnst það mjög ólíklegt. Já, en við tökum fram að við erum að gera þetta í beinni, þannig að sko við erum ekkert búin að preppa þetta, þannig að ef hún svarar ekki þá ringjum við bara í einhverja aðra góða, sko. Já, og þá verðum við annar númer. Ok. Og Steindi, þú fær 10 orð sem mátt segja af Ásdísi Rán. Þú mátt ekki segja nú setja í útvarpinu í okkur þannig að þú ert bara eins og þú sett að ringja í hann og segja bara hæ Ásdísi, þetta er Steindi hérna, Steindi Junior og svo byrja leikurinn. Ég kynni mig bara. Já. Okay. Og svo leið og hún er búin að kveikja á því hver þetta er og svona, þá byrja leikurinn. Já, hún segir kannski hvað segiru og þú segir bara, þú veist, bara svona leið og introduction er búið. Já. Þá komið orðin 10 og þau eru eftirfarandi. Ok, ég þekki hann eiginlega bara ekki neitt, ég bara hitt hann 2 ára eða eitthvað. Einmitt, en þið viti hvort annað er og svona, þannig að þá eru samtalið bara enn skemmt. Ég eitthvað nú smá históri. Smá svona. Já, ok, sorry, ég lofa að fara ekki út í það. Ok. Herðu, orðin 10 eru eftirfarandi, eða sérst, já, orð og setningar. Já. Búlgarska þjóðin, gamla Nintendo leikjatölvan, Þýskaland okkar tíma, er ekki allt í góðu. Skemmtigarðurinn í Smáralind, árið 1993, brjóstastækkun, íslenska kvennalandsliðið, Malcolm in the Middle og Eygló mammaðinn. Já, þú veist sem sagt, Steindi, þú komst með þær fréttir fyrir okkur að mammaðinn heitir Eygló. Já, það er því að ég var sem sagt að leigja íbúð í Mosbæ og þá var ég sem sagt ég í smá stund við hliðina á Eygló, mömmunar Ástrán. Í Mosó? Í Mosó og hún var er gjarnan berbrjósta í Sólbæði. Já, það málið það? Já, og Ekkert af því, þá fær hún ekki farið? Ekkert af því, og fær ekkert far og fekk mér stundum svona yfir til þess að koma hún var oft með svona búin að mixa bollu. Já, þannig hún var berbrjóst að gefa þér bollu? Já, við bara, já, sátum og spjöldum og þetta er bara íslenskt og... Er það á ég að hringja? Já, svo tökum við fram að það eru nokkur svona... Hjálparorð? Já, svona hjálpara svona tengjuorð á milli. Og þau eru, ertu með, heyrðu, eða og. Ok, ég er að hringja, þannig að... Ertu með, heyrðu, eða og. Leið hún svarar þá þegjum við auðvitað. Já, ok, maður sjá. Ringja hérna til Ásdísar Ránar. Hvað er hún á Sunny Beach? Golden Sands. Hefur það náttúrulega? Halló. Já, er þetta Ásdís? Já. Sæl, þetta er Steindi hérna meginn. Hvað segirðu? Þú ert að ringja í mig úr leinnúmeri.
Já, ég með leinnúmer á símanum mínu, sko. Ég ætla ekki að sorga Sorry maður, ég alltaf með leinnúmer. Herru, hvað segirðu? Hvað ertu á Íslandi, eða? Nei. Sjaldan, mjög sjaldan. Já, ok, hvað, ertu úti í það? Já, ég í Búlgaríu. Ekki allt í góðu? Allt í góðu hérna með, sko. Hvað bælega? Og búlgarska þjóðin? Ertu að taka upp símtalið eða eitthvað svoleiðis, eða? Herru, Eygló mamma þinn. Já. Og... Your friend. Já, og árið 1993. Þýskaland, okkar tíma. Hvað er það? Og Malcolm in the Middle, skemmtigarinn í Smáralind. Já. Ertu með brjóstastækkun? Já, sjálfsög. Já, og gamla Nintendo leikjartölan. Eða íslenska kvennalandsliðið? Er þetta símtal að fara eitthvað, eða hvað viltu? Og, heyrðu? Ég sit hérna á kaffehúsi í Búlgaríu og er að drekka hvítvín. Með viðskipta vinkonu minni. Ertu með, eða, heyrðu? Já. Ertu með, Sikkot, lillur í sem Nei, ég var búið með orðið mín, þetta eru bara hjálpar hún eftir. Já, ég veit það, en hvað, ok, Ásdís? Já. Hæ, Drauti hérna? Já, hæ. Þetta er Björn Bragi hérna með honum. Ég kláraði orðið mín. FM 95 blöð, út af sætinum. Já. Hvað segirðu, sorry með þetta maður. Sko, en varstu búin að Eygló mömmunar, eða? Já, ég var búin með hana? Ég var búin með öll orðið. Þannig að eina sem ég gætt gert var að ertu með, heyrðu eða og. Ok. Hvað segir Ásdís, ertu bara skvættið í hvítin út í Búlgaríu? Hvað segirðu? Ertu bara skvættið í hvítin út í Búlgaríu? Já. Steindi fékk það verkefni að ringi það hann átt að segja 10 ákveðin orð sko, sem voru búlgarska þjóðin, gamla Nintendo, leikjartölvan og svo framvegis og honum bara tókst það. Grunaði þér eitthvað? Bara að testa sér. Grunaði þér eitthvað? Ég meina það er tjókið. Ég ætla náttúrulega að bjóða mér að deyta eitthvað leik. Já, en þú ert á föstuðu ekki, Ásdís? Ég? Já. Er það? Herðu, erum við að fá okkur stór fréttir hérna í beinni? Erum við að fá slúður? Nei, ég er að djóka. Er þið Garðar hætt saman, eða? Nei. Já, ég vita það. Er það þannig? Er það tilfellið, Ásdís? Nei. Facebook segir allavega því séðan þá saman. Já, ef þú værir á lausu, Ásdís, væri Steindi þín típa? Já, alveg, obviously, yes. Er það ekki? Jú, ég er mjög ánægð með Ásdís. En ertu út í Búlgaríu, í Sofía eða? Já. Og hvernig er stemmingin? Hvernig er veðrið? Það er bara frábært veður hérna. Svona smá jólastemming í loftinu og veðrið er yndislegt. Maður veit að maður að tala um Celeb að hún að skvætti sér hvítun á mánudegi. Já, það er rándýrt. Maður veist út með fræga manneski. Það er líka rándýrt hvítun sem hún er að drekka. Já, hvað heitir hvítunni sem hún er að drekka? Þetta er Pinot Grigio. Já, það er bara aðeins það besta fyrir Ásdísi, það er þannig. Já. En herðu, við hérna byggjumst bara afsökun á ónaðinu. En gaman að heyri í þér samt. Já, gaman að heyri þér. Gaman að heyri í ykkur. Ertu með eitthvað búlgarska vinkonið innan það við leina þér? Já. Búlgarskan frasa hand okkur. En að láta hana þessi síman? Hún var að lappa í byrti á klössi. Situr þú bara ein á samli? Er þetta ímynduð vinkona, Ásdís? Já. Ertu bara ein í Búlgaríu að drekka hvítvin? Þú ert ekki ein, Ásdís. Ok, en að rétta einhverjum andan síman, leið mér að tala við eitthvað frá Búlgaríu. Oh my god. Please. Í dag. Já. Bíddu. Ásdís er ánáttúrulega rétt. Getur þú haft þetta með breskum hreim, veitir? Bara svona aðeins skemmtilega. Rúþía. Rúþía. Heitir hún Rúþía? Það er svo nafn á nauðgunarliði. Nauðgun Blöndal? Hvað er hún að það? Nei, hún er á klóstinu. Rúfís. Ok. Jæja, þá skulum við ekki vera að tröflaði meira. Ásdís og vinkonennar einmitt eru staddar á pub að fá sér á mánuði.
Já. Ok. Já. Ég vissi það ekki að Ice Queen undirfattalína mín komin í alla hagkaupsbúðir núna. Þetta er góð að plugga. Það vissi ég ekki. Ég verði að viðurkenna það. En nú veit það allir. Já. Já, og líka make-up kitið mín. Besta jólagjöfni allt. Er það betri jólagjöf en Steindin okkar 2 á DFD sem að Steindi ætlar að plugga hérna eftir? Já. Þetta er bara jólagjöfn sem þið ætti að gefa konunum ykkar í jólagjöf. Það var allt í einu sem skemmtilegu pakki. Þið verður að tala ensku við hana. Það var allt í einu sem ringdi bara í einhverja hotline, auglýsingahotline. Svo er þessi lína mín komin. Strákar. Já. Er hún annað? Ég tók hérna alveg 200.000 krónar auglýsinga á þetta. Já. Er vinkona henn annað? Já, viltu tala hana? Já, lemna tala hana. Lemna tala við Rufi. It's a radio station. Rufi? Hello? Hey. How you doing? I'm extremely well. Being here with Astis, it's always a pleasure. Always a pleasure. Yes, always a pleasure to hear from you as well. Thank you so much. How is our Ice Queen doing? Our Ice Queen is doing extremely well. She's looking extremely great, so I'm just happy to be her friend. Why is Astis Brown drunk on a Monday? Is that your effect as a friend? I'm afraid it's my bad influence because I'm flying tomorrow to Germany, and as we all know, Germany is one of the boring countries ever. So you have to be drunk. So you have to be drunk to be able to cope with this, yes. Are you a model as well? Sorry, no, I'm not. Unfortunately, I'm not. Are you guys using any drugs? No, never. Oh, never drugs. Good. Nice to know. But you must be good looking because we know our Ice Queen only hangs out with beautiful people. Yeah. Thank you so much. Is Astis Brown, is she very famous there in Bulgaria? She is actually, Yeah. What happened to me and her, we were driving to the seaside. To the seaside, Yeah, the seaside, yeah. Where people are hanging around, tourists, very tiny bikinis. Okay. Yeah, the So sea. we were driving to the seaside with a car, and we were being there at this gas station, and we wanted to buy some drinks. Yes. So what happened is I wanted to buy the drinks, and we needed to have some ice because having wine without ice is never fun. And then I wanted to bribe the guy and give him some money to give us ice. He said, no, I don't want money. And I said, what do you want? He said, please ask Astrid if she can make a picture with me. Það ekkert annað. He only wanted a picture. He wanted a picture, and he Þar heyrið það hlustendur, hún þurfti ekki eins og að borga fyrir drikkina, hún þurfti bara að smetla mynda sig með þjóninum og já, drikkirni voru on the house. Herðu, hérna við þakka, það var gaman að heyri þér, Rufi, ég beð helsa þér. It was very nice to hear from you. Thank you so much. Ok, later, sko. Later, Rufi. Bye. Bye. Herðu, já, Steindi, þetta, ég verða við ekki þegar við fórum hérna leik til að byrja með, þá hafði ég hugsað mér að nöðru ég fekk vott af kjánarhótt þegar þú varst að segja orðið með Ástísi. Já, en ég náði að fara í gegnum orðin á þess að það var ekki skellt á okkur. Ég veit ekki hérna. Ég verði að segja að Steindi stóð sér mjög vel. Já, þú stóðst þig vel, Steindi. Herru, við ætlum að fá hérna, það er ekki oft sem við spilum jólalög, þetta er Christmas Lights með Coldplay, svo ætlum við að gefa nokkur að diska. Er það ekki alltaf hana? Gestirnir fá okkur óskalög og svona? Hvaða lag viltu eftir þegar við erum búin að gefa diska? Nei, ég er bara að segja svona. Þú farið næsta lag, þú verður að velja það. Þú mátt velja næsta lag. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættir Magasín drögum út heppin einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrvala pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Það er rétt, Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Það er rétt, Jón, hann. Herðu, hvað segir ég? Við sitjum hérna með Steinda, við vorum að ræða á hvort að peysan mínu verið falleg, Steindi. Já, mér finnst hún góð. Ég er bara mjög ánægð með þessa peysu. Ég sett hann inn á Twitter og fólk, viltu heyra hvað fólk er að segja peysuna hérna? Ok. Það er sem sagt afi minn á Alvens peysu, svo er einnig það, myndir ekki hlæja ef hún væri V-neck, Alvens og Steindi Junior myndi ekki hlæja ef það væri cocktailsósu blettur á henni.
Ég skil ekki þennan. Sem sagt, þá ég oft í V-neck og Steindi Junior greinast með kokteils og blett og Hver var með þetta? Hann var með þetta Atli Fannar, blaðamaður. Herru, mér finnst Björn bara rosalega flottur í þessari peysu. Ekkert heitar en gaur í prjónapeysu sem amma prjónaði, segir Íris Heiða. Var þetta kalt henni? Nei, hún var greið. Það er bara pepp. Ok. Hvað má aldrei peppa lengur? Sorry, ég skil ekki kalt henni, hún skilur sér í gegnum internetið. Já, ok. Ég veit ekki hver þessi gaur er, það er eins og þessi 12 ára, en samt mjög myndar. Hver segir þetta? Hefur býttu á þessari mynd, ertu frekar líkur honum teiknileikni, Villi Góða? Þú ert svo Villi Góða og svona. Já, 12 ára en samt mjög mynd. Er þetta gaurinn prófessorinn sem var að skoða barnaklámi í vélinni sem var að senda þetta inn? Þetta er einhver stelpa sem heitir Satinase, eitthvað svolítið. Satinase. Mista því? Æ, það var eitthvað í byrjun þáttanins. Þú verður aðeins að fylgjast, Steppjórn fylgjast upp með. Takk fyrir að fylgjast með frá byrjun, þættinu Steindi. En herðu, smá listamannalúk yfir þessari peysu, klárt mál. Björn Bragi er sem sagt í kúrupeysunni, 101 mættur í The Building, segir. Er búið að fara eitthvað yfir þess að, hvar fékkst það peysu? Ég skal segja ykkur aðstráka mínir, þú veist, 101 mættur í bylling, ég kefti hann nú bara í H&M, bara það sem hann ólíkir vinnur okkar var helgina. Hérna stendur vel séð peysa fyrir 40 plus, hvað ertu gamall? Björn Bragi? Ég er sonur þinn, Auðun, þú átt að vita hvað ég gamall. Ég get átti, ég er náttúrulega orðinn svo ríkalega gamall. En ég en serðu þarna, þetta er í fyrsta sinn í F9-umblöðu sem ég nægja að tengja hlustendur við Twitter-akkantið mitt og ég fíla það. Þú ert einhvers konar meistari. Ég ætla að vera duglegri við þetta. En Steindi, þú ert hérna mættur og þú ert að gefa út diskiðinn. Já, við erum að gefa út diskin okkar, önnur þáttaröð af Steindarum okkar. Akkurat, og við erum að spája að gefa einhverjum hlustendum núna disk eða ekki. Ég held hérna á honum og hann lítur mjög vel út og framan á honum stendur skemmtilegur en að fara í partí, Ari Eldjárn. Skemmtileg þættir, Steindi Rávísson og hlátur, Jón Gnar. Steindin okkar jafn ferskur og horið úr nefinu þér. Þorsteinn Guðmundsson. Já, þannig að þetta er einhver ágætist dóma frá góðum mönnum. Já. En hvernig ætlum við að hafa þetta? Sá sem að vinnur diskinn, hann þarf að gefa okkur góða ástæði fyrir okkur hann að fá diskinn, eða ekki? Jú, viljum við gera það? Já. Ok. Og bara opnum fyrir síman þetta, maður sjá. Við dæmum það eins og Idol-dómnefnd. Hver fær eitt atkvæði? FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir kallinn? Bara helviti ferskir. Hvað heitir þú? Ég heiti Kristján. Kristján? Og hvað ertu gamall, Kristján? Ég er 21. 21, ok. Og af hverju ætti Steind að gefa þér eitt disk? Af því ég er svo ógeðslega góður. Ég á þessu skilið, skilur. Ok. Og ég hef aldrei unnið eitt hjá ykkur. Hefur aldrei? Nei, ég hef alltaf að hringi í ykkur og þið svarið mér aldrei. Ok. Steindi, hvað finnst þér þetta? Mér finnst þetta bara, ég segja hann eigi að fá disk. Hann er góður gaur og... Ok, hvað heitir fullu nafnir, segir þau? Kristján Óli Emilsson. Kristján Óli, ok. Stórgóðslegt. Herru, þú átt eitt disk af Steindanum okkar, þú kemur hérna. Upp í 365. Það er sækja morgun. Takk maður. Takk maður. Herru, leitar. Ég held þetta átt að ganga hringin. Fannst þér þetta góð ástæði til að gefa diskinn? Nú eru hlustendur ennþá. Hann er búin að setja standardinn svo ógeðslega lágt. Þú ert að setja mér svolítið út í hot. Steindi, hvað finnst þér? Ætlar þú að gefa honum disk? Ég er búin að gefa ykkur þess að disk. Ef að Steindi þess að nei, þá hefði gæinn aldrei hort á Steindar. Nei, ég veit það er málið. Herðu, og akkur á hann að fá disk, af því hann er geðað góð gaur. Þetta var fyllandi fínn náungi, þú heyrðir það. Öggi, þú ætti bara að skella á strax. Fróandi góður gaur, ég er bara ánægður að gefa honum disk. Ok, prófum hennan hérna. F95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, okkur ætti Steindi Junior að gefa þér disk? Sem ég geri örugglega ekki að það komið pressa á mig. Já, ég er svo svakalega húmorslaus gaus og mér vantar að fá okkur svona til að kenna mér hvernig á að gera það. Ok. Athyglisvert approach í að fá diskinn. Já, hvað segir Björn Bragi? Björn, ég finnst líka óþægt að vera sett stilt ég heyri að þetta er góður gaur sem er ringinn með þess að þetta er aðeinslega ástæða en mér langar samt vel að fá hann diski sko. Viltu gefa hann disk, Steindi? Já, ég vil gefa hann disk. Voðalega létt að plýsa þenni. Hvað segir þú, Auðun? Mér finnst þetta ekki nóg gott svar en... Þú ert sem vill Simon Cowell. Ég er vondigur í dólintinu. Herðuna, við gefum disk, hvað heitir þið mestari? Ég heiti Haraldur Þór. Haraldur Þór. Herðu glæsilegt. Þú átt inni disk líka hérna upp í 365. Snill. Herðu, snillingur. Vel séð maður. Herru, þá erum við búin að gefa 2 diska. Þetta er líka algjöru VIP diskar því þetta kemur ekkert fyrir á 15. Já, diskurinn kemur í búður á 15. Reyndar var sýnt í sjónvarpinu fyrir mörgum mánuðum en
Nei, það ógeðslega mikið á þessum diss sem enginn, það alveg bara tróðfullur aukaefni, kallinn. Já, ok, og er það að gera nýja seríu núna? Já, við erum að gera nýja seríu, við erum að skrifa núna og erum að skrifa bara allan daga, sko. Og ætlum að klára að skrifa í janúar. Ok, hvenær kemur þriðja serían að Steindorum okkar fyrir hlustendur? Eftir næsta sumar. Eftir næsta sumar. Er einhver falinn dörrari á þessu DFT eins og var á strumpaspólunum hérna í gamla daga? Hvað var það? Það var svona eitthvað strumpaspólunar inni í heldur heimaklám, eitthvað svona fyrir einhverjum... Veitu, ég man eitthvað eftir þessu. Það var þetta að leigja svona strumpana og Vaffa og S-bar út á vídeolegu. Svo kom það í fréttunum að einhver hafi tekið yfir strumpateiknimyndirnar. Heimaklám. Já, eða hvort kannski bara var það eitthvað erlegt. Vonast til þess að krakkar sjá það. Já, eitthvað svona... Ég veit það, fallegur hugsunar. Hann myndi fótt diskæmdi hringin, klárlega. Það ekki? Jó, Peturskona Pet. En er einhvað... Peturskona Pet, hvað gerir maður? Jésús. Herðu, hvað segðu okkur eitthvað, viltu segja okkur eitthvað meira um að disk, eða eru við okkur feskið bara hérna? Hvað? Herru, nei, eigum við ekki bara að, klára þetta svona? Já. Bara gáum barnaningu pepp og það alltaf jákvæmt. Ok, glæsilegt. Þetta orðin að Steinda. Við hvetjum alltaf til þess að tekka á Disney sem kemur á 5. Steindi, alltaf gamla að fá þig. Já, Pétur og Blöndal. Herru, þú ætlar að gefa mér... Óskali, hann fór allt í fokkin tölvunni, þannig að ég geta ekki, þannig ég þarf að spila þetta hérna live fyrir þig bara. Ok, fíla. Tilboð 10-11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla Spaghetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10-11, opið í 20 ár. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Hraðpenningar.is. Akkurat núna. Græna ljósið kynnir, meistarastykki Troppa Delete 2, Elite Squad. Aðsóknarhæsta mynd Brasilíu frá upphafi og gaggrínendur að missa sig. 100% einkunn á Rotten Tomatoes og myndinni líkt við bestu myndir Coppola og Scorsese. Troppa Delete 2, komin í bíó. Kvarasi á NASA. Aðeins á tónlist.is. Samfilm kynir Seeking Justice. Hörkuspennandi mynd með Nicolas Cage og January Jones í aðalhlutverkum. Seeking Justice, sýnt í Sambíónum. Just a few citizens seeking justice. Njóttu jólana í faðmi fjölskyldunar og gerðu jólin notalegri með ómótstæðilegri jóladagskrá. Það ódýrara að skemmta sér heima. Stöð 2. Skemmtilegri jól í 25 ár. Já, þetta góðkunningin og góðkunningi okkar Eddie Vedder með lagið Society. Björn Bragi, ertu komin í jólaskap? Já. Það var fyrst í aðvendu gær, sko. Já, nefnilega fyrst í aðvendu segir mér ekki neitt, sko. Ég veit ekkert hvað það er. Ég fer ofta, sko, ég er mikið jólabarn, sko, en það er eiginlega svona fyrsti D sem ég er að leika með aðalafi. Þú kemur frá Sauðárkróki, er fyrst í aðvendu, það er svona aðfangadagur á Sauðárkróki, ekki? Nei, fyrst það er bara, sko, við á Sauðárkróki förum í jólaskap í desember, sko. Ja, veistu hvað gerðist á fyrsta í aðvendu? Ertu að reyna að láta mig lítill? Nei, sko, ég spyr að því ég veit það ekki sjálfur. Já, nei, það er náttúrulega bara, þú veist, það þýðir að það er mánuð, það er sem sagt 4 vikur. Já, nákvæmlega, ég sá þetta á Facebook, eitthvað allir eitthvað fyrst í aðvendu, maður er eitthvað bla bla bla, eitthvað svona. Já. Engin veit hvað þetta er, sko. Nei, þú veist ekki hvað þetta er heldur það? Ég veit ekkert. Nei, ok, þú virkar nú á mig sem svona sprenglærið maður, þannig ég þarf ekki að skammast mig fyrir það. Segirðu þetta út af peysunni sem ég er í? Bæði og líka að brota hárisnaður og hvernig þú greiðir þér. Það er svona eins og sett 60 maður í líkama 12 ára drengs, eins og það kom inn á hann á Twitter. Þetta var svo gott komment á Twitter og hann er sem sé 12 ára, samt sætur. Já, henni fannst þú sexy. Petó. Já, henni fannst þú sexy, sko. Herði, það sem að vera að ræða hérna á netinu að vera að spyrja fólk hvað að stressa þessi mest yfir þegar að kæma að jólum. Já. Og hvað væri svona valda fólki áhyggjum. Og þá kom það óvart að þyngd er aðaláhugjefni og peningar í öðru seti. Þannig að það eru fleiri sem hafa áhyggjur af því að þyngjast þegar jólin heldur en hvað er eyða miklu. Er það ekki bara skiljanlegt? Jú. Við viljum öll líta vel út og sko peningar skipta engu máli með þér. Nei, þyngjast þú ert svona típa, þú virkar nú ekki á mig þessum típa sem þyngjast. Ertu ekki alltaf svona grannur eða? Ég veist, ef ég myndi bara borða og hætta að hreyfa mig, þá myndi ég vitna, sko. Nei, það máli. Ég hef alveg verið nokkrum kílóum þyngri, sko. Já, ok, ég held að væri með svona granna beinabyggingu, þú virkar einhvern veginn það náman? Nei, ég er alveg bara ælandi í hallandaginn og
Já, þú varst að halda þessu við. Nei, ég bara, þú veist, borða held ég svona smátulega hólega og reyfi með öðru hverju og svona. Já, ok, en hvað heldur að eyði miklu jólin? Það reyndar, sko, ég algjör eyðslu kló, sko, og ég bara, þú veist, kortið mitt, sko, það þurfti bara að leggja það inn daginn, sko, því ég var búin að refsa því svo mikið, sko, það þurfti bara að taka verkjatöflur. Hver er að fá dýrustu gjöfuna frá BB King? Það er bara ekki betri helmingurinn, sko. Já, konan. Já, svo gef ég nú fjölskyldunni, þú veist, mamma og pappa og svona, ég gef þeim svolítið veglega, sko. Já, áttu systkini eða? Já, 2 systur og þær eiga börn, sko, og þau fá öll frá mér líka, sko. Þeir sletta skerunni sem eiga það, maður. Það er ekki að tala. En þú sjálfur? Áttu 2 systur eins og ég? Já. Já, enga bróðir? Nei, ok. Nema þig, það er hárrétt. Bróðurinn sem ég eignaðist aldrei. Já, þú mátt vera bróður minn. En þú sjálfur, ert þú að fara að eyða miklu eða? Já, ég þarf allavega ekki að gera betri helmingum. En, já, sko, móta hefur nú alltaf fengið veglegar gefið frá mér, sko. Já, móðir Blöndal. Já, ég er mikill mömmustrákur í mér, sko. Já, við erum það báðir. Já, það er líka bara ekkert að því, held ég. Nei, það eru held ég bestu menninir. Já, ég líka, sko, ég hef aldrei verið dekrar af pening, sko. Nei. Foreldrar mín hafa aldrei verið ríkir. Nei. En ég var hins vegar ofdekraður alla mína tíð af móðu minni sem var líka til þess að ég var ósjálfbjargað þar til ég var 31 árs gamall sem ég er í dag. Veistu, ég er í svolítið svipum pakka, sko. Gerði allt fyrir mig, sko. Ég sem er bæði fallegt og eiginlega rámt og ég er pínu reiður núna. Þegar ég fór að búa, það er svo pirrandi. Ég get ekkert gert sjálfur, ekki neitt. Nei. Og það var alltaf þannig, þetta var ekki, ég bað mömmu að gera eitthvað, þá var það bara alltaf gert. Já, og ég meiri sem stundum þarf maður ekki einu svona að biðja það, sko. Það er bara gert, af því að hún einhvern veginn skynjar. Það vantar. Það voru stundir sem ég gæti ekki annað en faðmanna þegar ég lá kannski upp í sófa og sjónvarpi svo kom upp á samlokunum mína, gremdi samlokunum og ég bara svona, mamma, þú ert snillingur. Hvað þá jólin? Ég ætla að láta hann að degra vel við mig jólin. Það álíka verið þannig. Fólk á að vera bara með fjölskyldun sinni jólin og láta degra sig. Heima krókina, ég á bara enga ættinga það lengur því miður. Nei, er mamma í borginni? Já, múta er hérna bara í Grafovoginum og pappi í Kópavoginum og... Já. Þannig að hérna, öll mín fjölskylda er í bænum, ég fer ekki mikið norður, sko. Það úr bænum, maður. Já, ég bara, við erum öll hérna á, eða þú veist svona nánasta fjölskylda. Ertu með kærustunni jólin og stáð aðfangadag? Það er þetta bara góð spurning, sko. Það hefur ekkert verið ákveðið, sko. Hvernig var það fyrra? Það vorum við í sikkur lagi matinn en hittum svo leið og matinn var búinn, sko. Þið eigi ekki börn með það, Björn Bragi? Nei, það er ekki bara fínt að þú sett með þinni fjölskyldu og hún sinni. Jú. Og hittast þú. Já. Þarfst ekki að vera með henn og opna pakkana. Nei, þarf ekkert einu svona hittan jólin. Hittan bara áramótin. Hittan bara áramótin. Já, það er alveg nóg. Herðu, við ætlum að gera þetta smá skoðanakönnun við Björn Bragi eftir smá stund. Við ætlum að reyna að, ég vil bara Svessi spili á eldhúspartíinu núna á 15. Við ætlum aðtöða okkur að hlustendur sig ekki saman okkur. Svo ætlum við líka að gefa hérna CK Shock. Það er sem sagt Calvin Klein, vörur, rakspýri og fleira. Þannig að, já, fyrir ykkur sem að lyktið illa, endilega farið að ringja í 511-0957. Þetta er hljómsveitin Frey með lagið Heartbeat. Það styttist í að við gefum hérna eitthvað Calvin Klein, slæðu, belti og ylvatni, þetta er rakspýri. Slæðan er sérstaklega spennandi. Já, slæðan er bleik og sexy. Já. Ekkert verður að eiga eina Calvin Klein slæðu. En ég verð að spyrja þig, Bjössi, horfður á X-Factor á fyrstæðin? Nei, ég er nefnilega verið að játa það, ég bara hef ekkert hort á X-Factor, en allir í kringum er að tala um það. Já, ok, ert ekkert horfður ekkert á svona Idol og svona rugl? Jú, þú veist, ég veit, ég hef hort á Idol og ég veit alveg út af hvað það gengur, sko. Ég veit alveg að Simon Cowell er þarna, esinu sínu, og Paula og svo einhver maður sem er ekki Randy en lítur samt út eins og Randy. Það hann svona eins og, ef Randy myndi grenna sér rosalega, það var L.A. Reid, já, hann er þetta mjög góður þarna og svo er hún þarna Pussycat Dolls sérsinger þarna pían. Já. Þátturinn á föstudaginn, þetta er nefnilega sko, minnst það Killing á Stöð 2 og X-Factor, svona bestu þættinni sem ég horfa á þetta í sjónvarpi. Fyrir utan Tindakjörsluna. Já, fyrir utan Tindakjörsluna, afsaka þetta. Allt í lagi. Já, nei, þetta föstudaginn á mér, nei, ég er að stríða, ok, hérna. Já, og það sem að gerðist eins og var föstudaginn var í fyrsta sinn sem ég gat alltaf hort á X-Factor. Þetta var actually það væmnasta sem ég séð. Já. Og Kanin, þetta er það sem ég þól ekki við að Simon sé actually að lúffa fyrir Kananum. Að hann byrjað að detta í sömu væmnina. Það var eitthvað táraflóður, ekki? Táraflóður, það voru allir grenjandi, það voru ömmur grenjandi, Paula Abdul var grenjandi, Nicole Scherzinger var grenjandi, það var allir vælandi og svo veist fyrir hvert einasta lag voru allir keppindir að segja fyrir hvað þeir væru þakkláttir. Já. Og þetta er ángríns, þetta er í fyrsta sinn, ég var ekki þunnur að neitt, ég kyngdi ælu. Mér fannst svo vond að horfa á þetta. Og það var allt sem sagt, og allir græknar sem er að keppa í X-Factor þessu ári, það er einhvern veginn alltaf eins og
allir koma úr svo slæmu uppeldi. Það er eins og þetta sé bara, það er eins og þetta sé Garbage Pail Kids að keppa núna. Já, þetta svolítið, líka í Idolinu, þau einhvern veginn veiða út einhvern sem að, þú veist, hefur mist fjölskyldumeðlim eða það er einhver veikind í kringum hann eða einhver lent í fangelsi. Kann hann elska það? Já, eitthvað svona, svo eru, þú veist, þetta er svona einhver uppreisn, þú veist, þau náða að bæta sig og bjarga fjölskyldunni og... Ég veit að svo með þess að, sko, ég er algjör svona X-Factor American Idol lúði, sko, og horta á alla seríur, ég horf með þess að breska líka og allt svona, sko. Svo líka svo vindaður, stundum er svo með einhvern keppanda sem allir fara að gráta og pappans dó og hann slæri gegn, syngur eins og engill, svo sér maður hann ekkert meira í keppninni, þá var hann ekkert það spes en bara momentið þá, hvað nýta það eins og... Já, þetta er náttúrulega allt pródúsað alveg, sko, en sko, manstu líka þegar X-Factor kom hérna til Íslands, þá voru þau líka vælandi hérna í Smáralind bara... Já, hver mann ekki eftir Einari Bárða grenjandi eftir að Allan var reikin heim. Já, það er... Þá fekk ég einmitt svona... svipað ælumóment. Það var einhver svona djöflasýr í gangi þá, í líkama minni sem ég gæti ekki útskýrt. Er þetta ekki bara í samningnum bara ef þið ætlaði að fá þetta brand til Íslands þá vitið að þið þurfið að fara að gráta minnst okkur einu sinni? Já, þá þarf einhver að gráta og þá þarf að vera rosalegt dramatík. Nei, en eins og veist, þessi þáttur hefur aldrei verið þannig núna fannst mér. Mér finnst hann búin að vera hrikalega skemmtilegur og keppendurnir eru ógeðslega góðir. Það er hann Astro og Melanie Amaro og... Astro er litli rapparinn. Já, hann er hrikalega nettur sko. Og svo held ég svolítið með Melanie Amaro og svo er reyndar þessi Josh Krasnick. Það er hérna dökkarið burrito-gaurinn. Já. Hann er geggjað sko, hann söng núna hérna Wild Horses í síðasta þetta og það var enda geggjað eftir að búið að tala hvað allir verið þakkláttur og svona. Tók bara smá tíma. Stundum þarf maður bara að þakka fyrir hlutina. Ég ætlaði að spyrja því að það var Thanksgiving núna helgina. Fyrir hvað þú þakkláttur, Björn? Ég er bara þakkláttur þegar, veistu hvað ég er þakkláttur fyrir? Ég er þakkláttur fyrir sko laugardaga. Þá bara get ég sofið út og hort á fótbolta. Ok, þannig að laugardagar er það sem þú er þakkláttur fyrir í lífinu. Já, en þú sjálfur? Stórkostlegt svar, maður gæti tekið væmna svarið sko. Já. Nei, ég veit ekki. Ég vil ekki Þú er þakkláttur fyrir að fá samlóku frá mömmu. Já, ég var næstu dottinn í X-Faktorinn. Ég var næstu að byrja að segja bara það að séu allir friskir í kringum mig og svona. En það er náttúrulega, þú veist, auðvitað er allir þakkláttur fyrir það. Maður þarf ekkert að taka það fram. Nei, en samt gerur það ekki. Nei, ég veit það. Maður þarf ekki að taka það fram. Auðvitað er maður svona þakkláttur fyrir það. En fyrir utan það, þá er ég mjög þakkláttur fyrir... Æ, ég veit það ekki. Þakkláttur fyrir De Gea í markinu. Já, hann er stórkostlegur, ég ætla að vona hann bara að fara að lifta hans og þá eru allir þakkláttir. Herðu, ég ætla að fá hérna lag með vinkonniðinni úr föstudagsþættinniðinum sem heitir Tindakynslóðin. Þetta er nú Þórunn Antonía og svo gerum við hérna smá könnum með Sölsa Bergmann. Þetta er svona flott lag hjá vinkonniðinni. Helviti gott. Já. Er eitthvað svona, hvernig kemur þetta á milli ykkar? Er það svona, þið finnst þú sætið ekki? Samstarf, já, bara með útlitað samstarf. Samstarf er gott. Finnst það mikið sæt? Og glæsileg. Alla virka daga milli 7 og 10 á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Æla og brjóst hljóma mjög gyrnilega. Ekki missa Magasín í fyrramálið. FM mælir með sjokk, nýja ilminum frá Calvin Klein. Fylgstu vel með á FM í vikunni því við munum gefa CK1 sjokk. Bæði herra og dömuilmi á samt skemmtilegum aukalutum frá Calvin Klein. FM 957 og Calvin Klein, sjokk. Plata vikunar á FM 957 er Ingo, fyrsta sólóplata Ingo sem inniheldur 14 frábæri lög. Meðal annars Smetina Fanny og Með þér. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum eintök. Fylgstu með og nældu þér í eintak af Ingo sem er plata vikunar á FM 957. Dekkjahöllin er með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5, sími 581 3002. Forever 21 er á outfit.is. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Eitt SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Við erum með allt í réttu rafsuðuna. Sindri, Viðaræða 6 og Bæjarhraunið 12. Viltu jólagjöf frá Jójó Ís? 10 iPod Nano í verðlaun ásamt fjölda aukavinninga. Findu okkur á Facebook og vertu með. Jójó Ís, Nýbyggðavegi og Egilsgötu. Stóra stundin er runnin upp. Stelpurnar okkar á sínu fyrsta stórmóti. HM í handbolta hefst eftir 4 daga. Áfram Ísland, áfram stelpurnar okkar. Fá þér áskrift í síma 512 5100 eða inn á stöð2.is. Stöð2 Sport.
besta sætið. Það húsasmiðan Míla, Palmolive og Vís sem færa þér HM í handbolta á Stöð 2 Sport. Nú komið glænýtt Alias-spil í verslanir. Fjölskyldu Alias. Nú spila allir á móti öllum og börnin eru líka með. Sérstök fullorðinsspjöld og sérstök fjölskylduspjöld. Fjölskyldu Alias fær fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu Alias fæst í Elko. FM 95 Blö í boði. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Já, eins og við komum inn á hann þá ætlum við Björn Bragi að gera hérna smá könnun því að við erum miklu aðdáendur Svessa. Þetta náttúrulega góði vinur minn, hann verður skrítið, ég var ekki að fan. Sverrir Bergmann. Já, hann hefur komið hérna til okkar Egils hvern einasta föstudag og tekið lag. Já. Og svona föstudagslagið og það hefur slegið í gegn og ég var svona að spyrja Heiðar Austmann af hverju ósköpunum hann var ekki að spila hérna á einhverju eldhúspartíinu. Það eru nú listamenn hérna sem eiga ekki róði í hana mínum matinn, ég ætla ekki að fara að nafngreina þá. Sumir sem eiga bara 2 lög og eitthvað. Sumir sem eiga bara að vera heima. Já, nei, ég segi það nú ekki. Ok, það er bara að sjá hversu harður þú værir í þessu. Já, það er allt góðu tónlistamenn og náttúrulega þakklátti fyrir þessi að taka þátt og svona. En Svessi, The Big Svess eða Svess to Mouth, hann á að sjálfsögða vera þarna enda besti, eða einn af bestu söngurinn landsins. Já, Prince Svess á heimaðan og ég ætla svona aðtóka hlustandi. Við eigum að taka 5 inn og aðtóka. Og það er bara lýðræði, meiri hlutin aður. Já, með það ekki. Á Sverrir Bergmann að vera á hlustendavelunum á 50. Nei, ekki hlustenda, eldhúspartíinu. Eldhúspartíinu. Allt niður við. Má sjá. Ég rugglis alltaf saman. FM 95 Blö. Halló. Ok, hressandi. FM 95 Blö. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú? Bara ferskur. Það ekki? Jú. Finnst þér að Svessa ætti að vera á eldhúspartí FM 95 næsta fimmtag? Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Þannig að Svessa kom 1 í á. Glæsilegt. Herru, þakka fyrir það, félagi. Já, lítið. Ok, bæm. Við á FM 95 Blö. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Finnst þér að Svessi Bergmann ætti að spila á hlustendar... Nei, hlustendar, þú ert búin að ruggla mér núna á hérna eldhúspartíinu næsta fimmtag? Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Sjálfsögðu aftur. Hvaða lag finnst þér svona búið að skemmtilegasta lagið með honum í föstudagsklæðinu, eða þú hefur heyrt eitthvað í? Með Adele. Með Adele, já. Það var helvítið flott hjá hann. Það var mjög gott. Hvað veist þú að ringja, vinur? Sandgerði. Sandgerði, ánægði með þig. Hvað er verið að brasa? Bara hlusta ykkur. Já, ertu í vinnunni eða heima? Nei, bara heima. Heima í chillinu. Heim í róleitu. Herðu, ég þakka fyrir að ringja. Hann er komið 2, við ætlum að gefa honum sem sagt það eru 5 sem fá að segja skoðan sína þessu. Já. Ok, bæ. Ok, takk. FM 95 Blö, góðan daginn. Hérna, jú, mér finnst alveg að næsta vera í eldhúspartíinu. Það ekki? Jú, en herði, ég ætlaði samt að spyrja ykkur. Er nokkuð sjans að fá hérna rakspíran? Kærastum minn stinkar og fyrir aldrei í styrstu og ég verði eiginlega að fá eitthvað, þú veist, til að hérna, þú veist, bæla niður lyktina, skilur. Er þetta ekki samt svona, já, eitthvað sem, sko, ef ég veri að leita mér að ungu manni, ungri stúlku, þá myndi ég setja þetta svona sem skilir það að væri góð lykt af eins. En af hverju varst að byrja með honum ef hann lykta svona illa? Æ, þú var líkt að hann fórlega í styrstu, skilur, áður hann fórum á fyrsta deiti og síðan, þú veist. Já, hann er náttúrulega búinn að ná þér og þá getur hann að... Þú ert komin í neti, þá sleppur hann sér alveg bara. Nákvæmlega. Getur hann líkt eins og skítur. Já. En pældi hvernig værið þau myndi giftast, sko. Ói. Hvað er hann gamall? Herra, hann er 26 ára. 26 ára gamall og fer ekki í styrstu? Já, ok. Herri, jú, verður ekki að gefa neitt Calvin Klein? Ég held það. Það ok, maður sjá. En þú verður þá að setja upp slæðuna sem fylgir með þessu? Já, klárlega. Það er að gefa sér slæðuna. Hvað erum við að tala um í dag? Er það eitthvað sjokk? Er það ekki, hvað heitir þetta? Jú, CK1 Shock for him, Calvin Klein. Rándýrt. Hann á eftir að fá sjokk. Já, þetta er það gott. En mér heyrist hann bara að fá sjokk ef það er ekki vond lykt á hann. Hvað heitir þú, vinkuna? Ég heiti Freyja. Freyja? Já. Þetta er gott. Freyja? Freyja, hvað stóttir? Freyja María Cabrera. Freyja María Cabrera? Þetta er rándýrt eftirnafn. Hvaðan kemur það? Herra, það er frá Kólumbíu. Frá Kólumbíu? Já. Ok. Verstu, sem sagt, áttu foreldra eða ættinga frá Kólumbíu? Herra, já, pappi er það. Ok. Það er vel gert. Já. Og kanntu eitthvað í, hvað er, spænsna hérna, hvað er talað? Spænska? Jú, ég tala hann alveg. Ok, herri, þú mátt fá hérna lyktin CK1 Shock að þú segir mér á spænsku að maðurinn lykti illa og þú verður að fá ilm af uppáhaldsútastættininn. Ok, mi hombre huele muy feo. Já. Já, og uppáhaldsútastættininn? Og uppáhaldsútastættininn minn náttúrulega FM 95. Já, þú voru að segja það á spænsku?
Mi lo que escucho preferido es FM 95 Blue. Það er eitthvað Feo, er það ekki ljótur eða vondur? Feo? Feo, en það er samt líka lyktarókslega illa, skilur. Já. Ok, Freyja María, þú ert búin að vinna þér inn lykt fyrir kærastæðin. Lykt fyrir 2. Ok, bye. Takk. Þá höldum við áfram með könnuna. Finnst þér að Sverrir Bergmann eigi að spila á eldhúspartí FM 97 næsta 5? Halló? Ok, glæsilegt. Halló? Halló, finnst þér að Sverrir eigi að spila á eldhúspartí FM 97 næsta 5? Heyrðu, klárlega. Eða ekki? Klárlega. Heyrðu, fyrst að þessi dama náðu svona vel til ykkar. Já. Ég er búin að starta. Ég þá ekki bara kærasta mynd þess að líta enn betur. Lítar vel fyrir. Ég átti bara eina flösku. Niður, sko. Sorry. Ok, en heyrðu, hann er klárlega að spila. Eða ekki? Takk fyrir það. Ok, þú færi bara einhvern mann eitthvað setna vinkuna. Ok. Herðu, þá er það komið á hreint að það sögðu 4 af fyrstu 5 já, þannig að hlustendum okkar FM 95 Blöð finnst að Sverrir Bergmann eigi að spila á eldhúspartí. Við getum haldið áfram í allt kvöld. Já, ég þarf eiginlega bara að fá núna hann Heiðar Austmann eða Heiðar Ostman, það er eitt mjög fyndið með Heiðar Ostmann, Eastman, ef maður hringir í hann og hann svarar ekki, þá kemur það uppáldið mitt í öllum heiminum. Ég hef aldrei viljað ræða þetta við hana því ég vilja hringja hann einhvern veginn í þættunum en núna ég vona sé ekki að hlusta. Talólfið hans á ensku. Það kemur, yes, this is Heather Eastman, please leave a message. Hello, this is Heather Eastman. Nei, hann segir Eastman. Hann ætti að segja Eastman. En ég fór búin að velta fyrir mig af hverju anskotanum með talólfið hans Heiðars Eastman er hann mikið að kikka ellendis með þetta... Með útvarpið. Já, ég veit ekki á hverju hann talar og ég verð að spyrja hann aðeins einhvern. Við skulum bara taka þetta fyrir næsta þetta. Akkurat, en herðu, talað Sverrir Bergmann og þá tók hann síðasta föstudag, Only Girl in the World, hann breytti hans textanum, við skulum bara aðeins fá að heyra þetta. Já, þetta er Sverrir Bergmann og hlustendur voru sammála því að hann ætti að spila á eldhúspartí FM 97 næsta 5. Þannig ég ætla bara að vona að Heiðar Austmann talið við hann. En ég var að spá að byrja núna að því að Bjössi, þeir eru náttúrulega með mér alla vikuna. Já. Senst að þú á mánudum og svo Sveppa á morgun og það sem ég get fengið nokkra til þess að gefa mér álit. Ég var bara að prófa í fyrsta sinn að nota Twitterinn til þess að reyna að tala við eitthvað, sem sagt ég er með fullt af svona frægu fólki á Twitternum. Þú ert vinur frægu fólksins? Nei, þetta er bara getur hvað sem er gert það, skilu, þú getur followað Veinrúni ekki eins og þú samt. Og Ríhönn og eitthvað svona. Og ég var að spá í, hvern ættu við að reyna að fá til þess að retwitta okkur? Þá bara notuðu við mitt account á Twitter. En hver var svona spennandi til þess að reyna að fá til þess að retwitta og þá sjá allir... Er það ekki bara einhver eins og Rihanna? Jó, ok. Ég er náttúrulega algjörlega grænn í Twitter, sko. Ég er með 4 hérna sem ég er að follow og ég er bara 2 svo að loka minna á það, sko. Já, ok. En ég er tilbúin að taka þátt í þessu. Já, þetta er skemmtilegt, sko. Og ég hef reynd þetta. Ég reyndi einu svona að fá Wayne Rooney til að retwitta mig og það gekk ekki. Nei. Hann hafði nóg annað að gera, en það var hann nýkominn þykkt hár og svona, þannig að hann var að fíblast í öðru. Hann var að horfa í speil. Já, hann var að fíblast í öðru en að vera að retwitta einhverjum sköllóttum útvarpsmanni á Íslandi. Einmitt. Ok, en hvað er það núna? Nú er ég komin hérna með Ríhönnu á Twitter. Hvað á ég að skrifa í vonum án retweet? Hvað skrifaður til Rooney? Ég var bara hellingadrætli, sko, veist. Eitthvað getur þú retweetað fyrir your number one fan á Íslandi og eitthvað svona. Já. Er líka búin að vera að berjast við hárleysi á haustum. Hann er ekki að halda að það verður bara eitthvað grín, sko. Hann haldi ég að vera að fíblast eitthvað þar. En maður þarf, sko, ljótt að segja, ef maður ætlar að fá, ég hef verið að sjá þessar stjórnir á Twitter sem þegar þeir eru að retweeta bara einhverjum sem er að followa þau. Já, það er úr að segjast vera með eitthvað sjúkdóm eða. Já. Við skulum ekki fara í það, sko. Nei, ég er ekki full ljótt að ljúga ég veika systir eða ég sé veikur sjálfur. Ég held að við viljum það nú ekki, sko. Og sko, ég var að hugsa, þetta er eiginlega 3 leiðir. Það er annarkvort það, eða bara hóta manneskjunni, sem við skulum heldur ekki gera, eða bara skrifa eitthvað. Ég held að eina leiðin okkar, sko, svona án þess að vera skítalar, sé bara vera nú nýtnir og sniðugir, sko, og finnir. Ég reynda að geta sagt að hundur með snotta sér dáinn því hann er dáinn. Á ég að segja my dog Snoddas is dead. Það átti ekki að segja my dog Rihanna. My dog Rihanna, já, þannig hundurinn heiti það sama hún. Já. Ok, þá bara skýri ég hér með Snoddas Ríhönnu og segja my dog Rihanna just died, can I get a retweet, I've never felt so bad. She was the only dog in the world to me. Vel gert, Björn Bragi. Ok, herru, við hendum þessu ári í Hönnu en það er komið að jólalagi er snemmt að byrja að spila jólalagi eins og jólalagi sem er að setjast það núna er sko svona legendary jólalag, sko. Nei, mér finnst alveg með að byrja að spila jólalag bara í ágúst, sko. Já, veist, þú og ég og jól. Já, þetta er rándýrt. Herru, við ætlum að henda þessu 2 ári í Hönnu. Já,
þetta Svala Björgvinsdóttir með Þú og ég og jól. Ég hefði nú kostið, ég hlakka svo til fram með þetta ef ég fengi að ráða, en ég fæ vist ekki að ráða neina. Nei, ég veit ekki, ég fæ ekki heldur ráða neina. Ég stundu bara tekin inn á teppi að því ég að breyta lögum eitthvað Ég held þetta verið þannig að þú væri Batman og ég væri Robin, en þú ert greinilega Robin og ég bara einhver Joker og Heiðar Austmann er Batman. Já, Heiðar Austmann og Brynjar Már eru Batman. BMW. Yes, en herðu þá klukkan bara slá í 6. Ég þakka öllum hlustundum fyrir hlustunin í dag og já, við ætlum að vera með bæði mánudagsþemi og atið, en vegna smá tækni örðuleika þá verðum við að spila þetta næsta mánudag. Já, sem þýðir bara að það verður þéttari þáttur. Með rándýr þáttur í næstu viku. Já, við lentum í smá skeytu en við náðum samt að bjarga því. Við hringdum til útlanda, heyrðum í Ásdísi Rán, Steindi Junior komið í heimsókn og já, það bara búið mikið fyrr. Óli Geir lenti aftur í misnotkunni sem er nýja orðið okkar yfir netnauðgunna. Þannig að þetta bara búið fyrr. Ég er búinn að senda í Hönnu. Ég sendi henni orðrétt inn á Twitter, skrifaði ég at Rihanna, hi my dog Snottas Rihanna just died, fílukall. He was the only dog in the world for me, upprópunarmerki. Can I get a retweet? Fílukall. Mjög gott. Þannig að nú vona ég bara að hún sjáu það í hjarta sínu að retweeta þessu. Ég ætla að giska, ég ætla að spá því að hún gera ekki og það myndi koma mér mjög skemmtilega óvart ef hún myndi gera það. Já, ok. Segjum það. En ef ekki enda þetta á lagi með Rihanna? Jó, á það ekki bara vel við og ef hún ekki búin að svara með á morgun þá ætla ég bara að detta í frekju. Þá berjum hann bara. Nei, þá ætla ég bara að detta í leiðindi og fara að vera frekur og ef ég ekki búin að fá retweet á föstudegi, ég ætla að byrja eins og núna. Þá skrifar það bara Chris Brown. Nei, ég byrja rosalega rólegur. Ég byrja bara 100 myndó. Ég er lítill saklaus strákur frá Söðukorgi núna sem er down og vill retweet. Ef ég fæ það ekki Sheep's Hook. Já, og ef hún er ekki búin að gera á morgun, hvað það mjög þá ætla ég að gera þetta alltaf bara, þetta verður svona grófara og grófara. Ég verð bara svona fúll og leðileg við hann í lokinni ef ég fæ ekki retweet. Það er bara þannig. Herði, ég minni á þáttuna morgun, þá kemur Sveppi Krull til mín, það þýðir að við verðum með hitakleifan, maður eldur, Páll Óskar Hjálmtínsson kemur til okkar og já, ég veit ekki hvað og hvað, þannig að það er þéttu þáttur á morgun, endilega hlustið hann og bara hafið það gott á þessum mánudegi. Við ætlum að enda þetta á stelpu sem við erum að reyna að fá retweet frá. Hún heitir Rihanna og með henni þessu lagi er Calvin Harris. Ég ætla að óska öllum þeim sem er afmæli í dag. Ég þekki nokkar sem er afmæli.